Við erum enn stödd fyrir norðan. Þetta án efa sorglegasta viðtal sem ég hef tekið. Mér langaði að einbeita mér að aðstandendum í þessari seríu, en þetta saga sem bara þarf að heyrast. Í þessum þætti virk neysla og ráðleggi fólki sem viðkvæmt fyrir því að horfa ekki. Eins og í síðasta þætti þá viðtalið tekið upp í mars, en í þetta skipti fáum við að sjá muninn eftir 4 mánuði á biðlista. Staðan ekki góð. Þetta ekki spurning hvort hann deyi, heldur hvenar. Í 18 ár hefur verið brotið á þessum einstakling á ýmsan hátt og það enn verið að brjóta á honum. Hann aðeins 21 árs. Kerfið hreinlega gerir ekki ráð fyrir honum. Eins og hann segir sjálfur, mér líður eins og rotna eplinu í búðinni sem enginn vill. Ég heiti Gunnar Ingi og þetta lífið á biðlista. Hvað ertu búin að vera í neyslu lengi? 10 ár. Hvað ertu gamall? 11. Og varstu 11 þú byrjaðir? Já. 21 núna? Já. Hvað ertu að nota? Morfín eða Oxycontin. Og hvernig ertu að fjármagna neysluna þína? Ég sel alls konar. Hvort það eru hlutir eða efni eða... Hvað ertu búin að vera lengi í oxyneyslu? 2 ár núna. Þetta ár númer 3. Þannig að byrjaðir þegar þú varst 18 ára? Já. Hvað kostar ein tafla hérna á Akureyri? 7.000 kall. Þetta helviti dýrt. Það rosalegt. Já. Hefurðu verið eitthvað að leita þér Akureyri þjónustu eða sækja hjálp eða eitthvað svoleiðis? Já. Ég hef farið í nokkur sem í meðferð. Ég búinn að fara á göngudeildina og ég kem alls þar lokuðum dyrum. Hérna á Akureyri? Já, hérna á Akureyri og fyrir sunnan. Ég sem sagt var inn á Vogi en þeir gáfust upp á mér að því ég fæði svona oföndunar kvíðaköst. Þannig að ég fyrir bara ofanda þegar ég edrú. Og þeir ekki með neitt kvíðateymi þannig buðu mér að fara á fíknigeðdeildina. Ég hef farið þangað áður og það ekki nógu uppbyggilegt eða góður staður fyrir mig, það bara eins og að fara í fangelsi. Já. Og hvenær fórstu síðast? Október í fyrra. En hvenær fórstu á geðdeildinni á Akureyri síðast? Janúar á þessu ári. Hvernig var svo upplifun? Ágætt. Ég var ekki að nota þá. Ég var edrú í einhverja 20 daga. Ég var með fráhvarfslyf og ýmislegt og mér fannst það fínt, en ég náði ekkert að halda því nógu lengi. Já. Og hvað, ertu á einhverjum biðlista eins og eða? Já, ég að bíða eftir að komast á Krýsuvík. Búin að bíða lengi? Ég búin að bíða núna í 3 vikur. Hvað segja þið þar? Það séu 8 mánuðir, svona cirka. 8 mánuðir? Já. Hvernig sér þið fram á þessi 8 mánuðir verða? Ömurlegir og ég vona bara að ég lifi það af. Já, það nefnilega ekkert sjálfgefið að maður lifið þetta af. Nei. Eins og vinur minn, hann var bara að bíða eftir Vogi og hann dó bara núna í janúar. Var það á skömmtunni eða? Já. Hann var með mér að geðdeild og hann var rekinn út fyrir neyslutal. Fyrir neyslutal? Fyrir neyslutal. Og hann datt í það samdag og svo dó. Það rosalegt. Já. Getur skrítið að það sé verið að refsa veiku fólki sem því að það fer enginn inn á geðdeild eða inn á Vog því að bara upp á djókið. Hann svo heill í huganum skilur þú veist.
Þetta fólk með einhvers konar geðræna vanda og þú veist, og yfirleitt þá sko fólk kannlega ekki að tala neitt annað heldur en neyslu. Það bara búið að vera það lengi í þessu og að vera að refsa einhvernum fyrir það og henda honum út frekar en að bjóða honum meiri hjálp. Bjóða honum meiri hjálp eða þú veist, eða bara senda hann inn í herbyggi eða eitthvað ef þetta of mikið eða eitthvað skilur, þetta að trufla aðra en að henda honum út. Ég er búinn að heyra þetta allt of ofta að fólk á eitthvað reiðisköst eða eitthvað svoleiðis og hent út og svo bara að dáið nokkur daginn seinna. Já, ég lendi sjálfur í því á geðdeildinni. Mér leið svo svaka lítið að ég bara reyndi að drepa mig og þeir ætlaði að henda mér út fyrir það. Ha? Geðdeildin ætlaði að henda mér út fyrir að reyna að drepa mig. Það er ógeðslegt. Já. En þeir hendu þér ekki út? Þeir sagði að ég væri á síðasta séns. Já. Og ef ég talaði að mig langaði að deyja, ef ég meiddi mig, ef ég gerði eitthvað til að deyja, þá var ég mig brennt út. Hvað hendist þú lengi eftir þetta? Ekki lengi, ég held ég að labba heim saman dag, en síðan reyndi að drepa mig bara heima og þá endaði ég á spítalanum náttúrulega aftur. Og þá fór ég bara aftur á geðdeild. Hvernig reyndir þú að drepa þig, ég má spyrja? Já, ég tók ofskammti. Bara viljandi? Já. Ég var fyrst búinn að reyna að fara aftur og biðja um hjálp og ég var búinn að hringja út um allt og þeir vildi ekki taka við mér. En þannig að þá tók ég bara ofskammti og ætlaði bara að fara. En þá hringdi mamma á sjúkrabíl og þá neyddust þeir í raunin til að taka mig aftur inn. Hvernig móðið þín í gegnum þetta? Hvernig móðið þín í gegnum þetta? Hvernig... Sko, hún virkur alkohólisti, þannig að þetta svolítið töff en samskiptin ekki svakalega góð. En við erum allavega heiðarlega við hvort annað. Já. Við segjum hvort öðru hvernig hlutinir eru og af hverju erum að gera ákveðna hluti. Já. Hefur ykkur að reynsla á því að vera edrú með einhver tíma? Mesta lagi 3 mánuði. Mesta lagi 3 mánuði? Já, síðustu 10 árin. Já. Og hvernig fórstu að þið ná þessum 3 mánuði? Með hjálp aðalsamtökanna og Vogi. Fórstu þá á Vík? Nei, ég hef aldrei fengið að fara á Vík. Af hverju? Ég var of ungur fyrst og síðan hafa þeir ekki viljað taka við mér af því ég alltaf of óstabíll. Láma sjá, ég næði því aldrei. Hvernig líður þér svona dagstaglega? Hvernig líður þér með það að koma að lokuðum dyrum allstaðar, þér langar í hjálp en þú færð hann ekki? Finnst það ósanngjarnt, en ég skil að svona eru bara fordómarnir í kerfinu. Og ég skil að lífið mitt bara að minna virði en annarra. Og það lætur mig líða eins og ég sé bara miklaður að innan. Eins og ég sé bara eitthvað ónýtt epli út í búð, skilur, eins og maður ekki von. Það hljómar eins og ömurlega leið til að lifa. Já. Þekki það sjálfur. Já. Það eins og að vanti einhvern rosalega skilning inn í kerfið okkar. Gerir það. Til dæmis, ef við segja værum í Noregi núna, þá gætir þú labbað inn á spítala og þá gætir fengið hjálp samdægurs. Já. En hérna þarf það að bíða og svo líka með það, að og ekki bara bíða, hringja í hver einustu viku svo umsóknin fari ekki í ruslið. Já. Halló, þú gerir þetta ekki yfir krabbameinssjúka. Nei. Já, ég ennþá með krabbamein, hérna. Já, þetta er svo mikið rugl. Þegar maður biður hjálp, þá ættir maður bara að fá hjálpina. Já. Og það eru alls ekki allir sem eru færir það að hringja sjálfur í hverju viku, eða hverjum degi. Nei, eða eins og ég með ADHD og erfitt með að muna þetta. Ég vekjar í símanum til þess að muna þetta því ef ég fokka upp þá umsóknin bara að fara út og það er ég að byrja bara nýtt að bíða. Já. Sem hræðilegt. Já. Og að það skuli ekki fara eitthvað skonar, segjum eins og svo þú myndir sækja á Vog, að það fari ekki eitthvað skonar ferli í gang strax. Já, maður þarf að bíða. Nei, líka bara þótt að segjum eins og svo að það myndi þurfa að vera 9 mánaða biðlisti eins og hérna búið að vera undanfarið. Já. Að þú getur ekki, sótt og þá farið þau strax kannski bara viðtal við lækni og þeir útluta lyf til að komast í gegnum
frákvörun og passa að þú deyir ekki úr ofskamti eða fari sjálf með þér öðrum að voða á meðan þú ert að bíða. Á meðan það eru biðlistar þá ætti einhvers konar ferli að byrja strax, þú veist. Já. Það eins og það bara að Vogur fá að skrifa upp á Suboxone. Já. Af hverju? Það geti bjargað svo mörgu lífum. Ef bara heimilislæknir mætti að skrifa upp á það. Það bara óskiljanlegt. Já. Og líka það að fólk sem er að koma úr svona óxíneyslu og þarf Suboxone, að það þarf fyrst að byrja því að bíða í 9 mánuði og klára Vog áður en að geti fengið Suboxone. Já. Ég veit eitt sem var núna inn á Vogi og byrjaði á Suboxone meðferð og svo fekk hann reiðiskast og var hent út og misti þá í leiðinni Suboxone líka. Þannig að það bara að byrja á neyslun aftur, bara til að lifa af. Já. Þú veist, myndið þú segja að þú hafi valið þennan sjúkdóm? Nei, ekki nálægt því. Ég fiktaði smá til að reyna að sleppa við erfiðar tilfinningar. Ég var fyrir mörgum áföllum í æsku og ofbeldi. En ég hafði aldrei óskað mér að festast í þessu svona. Vera pikkfastur í þessu og komast aldrei út og þetta tekur alla peninga af manni og maður getur aldrei gert neitt. Og allir telja mann vera aumingja því að líkaminn vill ekki stoppa. Já. Og getur ekki stoppa því þá verður maður svo veikur. Þetta er mjög sorglegt. Já. Þú veist, 11 ára að byrja í neyslu, hverju byrjaði þér á? Grassi. Hvernig, þú veist? Og síðan fór ég yfir í amfetamín og kókaín og síðan fór ég yfir í bensó og róandi og síðan kynntist ég morfíni. Hvernig byrjaði þetta? Hvað var til þess að þú prófaði gras fyrst? Ég komst að því að áföllin mín væru ofbeldi í gegnum þátt sem ég sá í sjónvarpinu. Og það einhvern veginn bara svona skall allt inn í mér. Skall allt á réttan stað. Og ég fór að skilja svona hvað það þýddi. Og þá fór mér bara að líða ógeðslega illa. Og ég fer að stunda sjálfskaða. Og síðan út frá því fer ég bara að fyrir neyslu því það tekur heila minn í burtu frá áfallanum. Og núna kemst ég ekki einu svona áfallameðferð því ég er alltaf í neyslu eða of óstabíl. Það er áfallameðferð á Krýsuvík? Já. Þannig að... Vonandi fæ ég að fara þangað ef ég er ekki of óstabíl. Það er bara... Besta sem að gerist fyrir mig var einmitt að byrja á þeirri áfallameðferð. Já. Það var eitthvað sem ég þurfti á að halda. Já. Og þú veist, núna situr þú hérna við fram á mig að reykja oxy. Og ég sjálfur sem er búinn að vera í kringum neyslu í 13 ár, ég sé ekki á þér að þú sért undir áhrifum. Þú ert greinilega ekki að þessu til að komast í vímu eða skemmta þér eða eitthvað eins og svo margir halda þetta sé, en þú ert greinilega bara að halda þér frá frákvörun. Algjörlega. Ég noti ekki einu sinni nógu mikið til að fara í vímu. Þótt ég nota mikið, þá er þolið mitt orðið svo svakalega hátt. Ég fer ekki í vímu. Þú veist, þetta rétt drepur á skjálftanum og öllum óþægindunum og rétt hjálpa mér bara að fungera. Þetta er bara ógeðslegur sjúkdómur. Já. Eins og ég var eins og þú segir, þú veist, maður byrjaði á þessu til að flýja áföllin sín og að bara fá frið frá hausnum. Já. Og maður hélt að maður væri að gera það sem maður þurfti að gera til að eiga gott líf eða til að líða betur. Og þetta lét manni líða betur. Þetta virkaði í byrjun. Já. Og það er svona heldur fólk áfram. Já. Svo kemur að því að daginn allt í einu. Þetta er að virka. Og þá virkar það bara frákvörun. Og þá ertu bara fastur. Já. Þá er maður límdur við þetta bara. Já. Þangað til einhver getur hjálpað manni. En síðan þarf maður að bíða marga mánuði að bíða og bíða eftir hjálpunni. Og það er ekkert víst að maður lifi það af. Það er líka ekkert víst að þú veist, ef þú varst í örvæntingunni og það var vilt hjálp á miðvikudegi, á fimmtudegi ertu kannski bara á allt öðrum stað, sko. Já. Hvað þá 9 mánuði seinna? Nákvæmlega. Það er bara... Þá getur hausinn verið búinn að fara heilan hring og maður bara sáttur aftur og alveg sama. Já. Bara búinn að sætta sig við að deyja úr þessu. Já. Ég get alveg lofað þér því að þetta er hægt, sko. Ég er búinn að sjá marga ná þessu. Og þú getur það líka. Fer mikið á fundi og svona eins og A og N bara til að sjá, þú veist, þetta er hægt. Já. Fólki er að ná þessu. Þá hlýt ég að eiga von líka.
Ertu bara að nota oxy eða? Nei, ég nota oxy og ég nota gras og ég nota benzolyf en ég nota mestmegnis oxy. Tók það bara yfir öllu hinu? Já, algjörlega. Ég búinn að heyra þetta ofta, þetta bara einhvern veginn yfirtekur allt saman. Hvernig geturðu lýst einhvern veginn þráhyggjunni sem að myndast þegar? Þetta bara þráhyggjunum við það að reyna að fungera og líða ekki illa. Mann líður alltaf illa og verður svo veikur ef maður ekki með það. Þetta bara endalaus vítahringur. Geturðu lýst veikindunum? Veikindin, maður fær bara drullu, niðurgang, ógleði, maður getur farið að gubba, maður allir skjálfandi og svitnandi og þetta ógeðslegt, sko. Ég ekki að gera þetta fyrir vímuna eða bragðið. Nei, ekki lyktin góð heldur. Ekki lyktin góð heldur. En hvernig líður mömmuðinni með því að hafa reykjandi oxy hérna heima hjá sér? Ekki vel. Gera það fyrir framan hana? Já, stundum ekki. Ég reyna að hafa mestmegnis breyni hjá mér. En ef ég þannig upplagður að ég kannski fá mér að borða eða eitthvað í eldhúsi, þá hef ég oft með mér. Hún veit að ég ger þetta og hún veit af hverju ég ger þetta. Já. Hefurðu misst marga ára sjúkdómi? Já. Ég fór í fóstur fyrir sunnan þegar ég var yngri og ég átti risa vinahóp og 2 mánuðum þá létu 7 vinir mínir. Allir úr sjálfsvígi eða neyslu. Það er rosalegt. Já. Samfengist. Er eitthvað meira sem þú vilt bæta við? Bara ef að fólk ekki í þessu, að vera ekki að leika sér að fikta við það. Að þetta er svo fljótt að grípa mann allan. Og á maður vallar sens, af því að eins og biðlistanir eru þá, þetta er ekki hægt, sko. Núna eru komnir 4 mánuðir síðan talaði við síðast. Já. Hvað er að frétta á þessum 4 mánuðum? Misti heimilið mitt. Kominn á bara svona rótu eða dópristabæli. þar sem að bara aðri dópristar að nota og ég að nota. Og nú, þú ert ennþá á biðlista? Ég er ennþá á biðlista. Af hverju misstirðu heimilið þitt? Af því að ég var í svo mikilli neyslu. Og ertu búinn að fara aftur á geðdeild? Já, ég er búinn að vera flakkandi inn út sem sko fyrst var það janúar, síðan var það apríl og síðan núna mánuðin undan júní og júlí, það er mestmegnis bara búið að vera með geðdeild. Ég útskrifaðist bara í dag, sko. Þetta er svo glatað, sko. Já. Ertu ennþá í oxyneyslu? Já, en það er skortur eins og er á Akureyri. Þannig að ég veit ekki hvað ég geri. Og hvað ertu að nota núna? Ég er að nota gras og Rivotril og áfengi ofan í það og eitthvað eitt annað. Man ekki alveg. Eitt af því sem ég langaði að fara meira í sem að ég gerði ekki síðast var áföllin. Já. Þegar mann þú sagði mér eftir viðtalið, þá sagðir mér meira hvað var sem gerðist. Já. Er eitthvað sem að þú vilt bæta því við núna? Ég var bara fyrir ofbeldi alla mína barnæsku. Hvernig ofbeldi? Öllum típum, nema fjárhagsofbeldi, en allar típur af ofbeldi í 8 ár daglega. Og ég fæ ekki að vinna úr þessum áföllum að því ég er of óstabíll. En það var að koma möguleiki að ég geti fengið áfallahjálp, en mér finnst það mjög ólíklegt af því að ég er aldrei nógu stabíll. Varstu misnotaður? Já. Hvað varstu ungur?
3 til 11 ára. Hefur verið að selja þig eitthvað? Já. Þegar hefur vantað pening fyrir neyslunni þá hef ég gert það. Hverjir eru það sem eru að kaupa þig? Mestmegnis eldri menn eða menn sem eru giftir. Hvar finnur þessa menn? Grændir bara. Hún sagði við mig áðan hérna það væri bara eitthvað rottubæli. Já. Eins og kallaði það. Já. Hvað er það? Rotta, það ljótt orðið yfir fíkil. En veist hvað er þetta eins og gistiskýlið í Reykjavík? Þetta ekki stofnun. Þetta meira, við hjálpumst að borga leigu og reynum að halda húsnæðinu. Við erum nokkur að inni, sko. Er þetta eitthvað svona, veit bærinn af þessu, er þetta eitthvað svona? Nei. Já. Annars lögreglan alltaf að koma að áreita okkur. Ertu ennþá að selja? Nei. Allavega ekki undanfari. Ég þurfti að vera skýrslutöku af því ég var gripinn við að selja. En ég veit ekki hvort ég fari í fangelsi eða ekki, mér finnst það ólíklegt. Mér langar að segja það bara því að þú veist, fólki sem að horfa núna, það sér ekki framan í þig. Nei. Það gríðarlegur munur á þessum 4 mánuðum, sko. Já. Það fór líka bara allt í fjandans. Þetta bara... Þú þarft hjálp, sko. Já, ég búinn að vera að betla hjálp í marga mánuði. En þessi biðlist þar þeir eiga eftir að drepa mig. Ég meina bara síðustu 2-3 mánuði þá ég búinn að reyna tilraun að deyja. Og ég veit ekki hvort ég lifi af einhverja marga mánuði í viðbót að bíða. Það bara alveg þannig, ég meina það ástæðan okkur ég tók allt þetta rífu á hann og ástæðan okkur ég drekk hún og allt það. Það mér bara alveg sama. Það ekki gott að heyra. Ég get ekki verið meira á lífi ef ég ætla bara að nota. Ég vona svo innilega að þú komist inn fljótlega. Ég vona það líka að því ég mun örugglega ekkert lifa mikið lengur, sko. Ekki eins og staðan orðin. Síðast þegar við hittumst þá var ég búinn að vera afsprautur í einhver 3-4 ár. Ég kom aftur þangað. Þannig að já, það bara allt farið til fjandans. Er eitthvað meira sem að spæta við? Nei, ég veit það ekki. Ég vona bara innilega að þú komist inn fljótlega. Já. Ok. Það alltaf í lagi. Ég vona það. Þú veist, þetta ekki djók, þetta ekki upp á gaman. Ég sit ekki hérna með brjálaða tónlist í einhverju partíi þótt að ég sé að drekka mér í og skilur. Þetta bara eymd og kvöl alla daga. Og eins og ég útskrifaði mig sjálfur bara gærnótt að því það var ekkert að hjálpa. Þú veist, nein lyf sem þið gáfu mér eða ráðgjöf eða bjargur það var ekkert að hjálpa. Þannig ég fór bara heim og dempaði það sjálfur.